Áfram höldum við hér í föstudagsþætti N4 en Karlakór Eyjafjarðar 20 ára þessar mundir og heldur af því tilefni stórtónleika í menningarhúsinu Hofi á Akureyri laugardaginn 5. nóvember klukkan 15 og hingað eru komnir Ólafur Vaktsson og Pétur Pétursson sem eru báðir í kórnum. Ólafur, þú ert formaður afmælisnefndar. Það þurfti bara sérstakar nefnd á dæmið. Já, það var í fyrra vetur ákveðið að halda nokkuð veglega upp á þetta afmæli og þá ákvað stjórnin að skipa sérstakar afmælisnefnd til þess að vera sér til aðstoðar við að undirbúa þessi hátíðahöld og reyndar fengum við nú skipunarbréf upp á að við áttum að sinna ýmsum verkum eins og til dæmis að skrifa sögu kórsins og taka saman lista yfir þá söngmenn sem hefðu sungið með kórnum þessi 20 ár. Og það má geta þess að það reyndist að vera 132 sem hefðu komið að því að syngja einhvern tímann, sem kannski ekki nema jafnvel part úr vetri reyndar en þetta nú ekki nema 35, svona 40 manna kór, þannig að þetta hefur verið dálítið stendur nýjum greinilega. Pétur, hvernig ber afmælisbarnið sig? Það nú náttúrulega heldur að eldast. En það töluvert líf í kórnum og ég held að þetta líti bara vel út. Hvernig starfsemin æviði hvað vikulega? Já, þetta vikulegar æfingar og oftar svona fyrir konserta. Mikið liggur við. En hvernig hefur gengið að manna kórinn? Já, það má segja kannski að það alltaf svona viss kannski vandræði með ákveðna raddir. Það eru minni þáttaka til dæmis oft á tíðum. Okkur vantar kannski í fyrsta tenór og jafnvel annan bassa sem nú svona kannski það raddir sem að svona oft á tíðum skiptir nú mestu máli að séu vel mannaðar. En svona heilt yfir þá hefur samt kórinn verið þetta með 35-40 menn innan borðs. Ég vil nú halda því fram að það vanti hvorki menn í fyrsta tenór í annan bassa. Og yfirleitt gengur nú vel að fá nýja menn en það gengur verra að fá þessa anskota til að mæta. Sérstaklega eru hestamennslæmir með það að mæta illa. Og þetta gjarnan nú. Ef ég má nú giska þá, Páll, þá myndi ég nú svona jafnvel giska á að þú sést annar bassi. Það nú rétt hjá þér að ég annar bassi, hins vegar ég ekki Páll. Pétur fyrirgeðu það. En hvað svona skemmtilegt við að vera í kór? Það náttúrulega, þetta félagsstarfsemi þarna gjarna og maður og manns gaman og þetta oft mjög skemmtilega ræfingar og síðan náttúrulega svo kórnum svona þjappa saman á ferðalögum og ýmsa uppákomur. Þannig að þetta félagsskapur og það nú alltaf eitthvað ákveðið við það að syngja líka saman. Það svona skapar ákveðna stemningu og margir eru mjög hrifnir af því að taka þátt í slíku. Þannig að svona starf í raun og veru sköpun. Við erum að skapa list og veita sköpunargleðinni út frá sér náttúrulega afar mikils virði. Og þessi kór var nú sennilega stofnaður til þess að menn hefðu gaman af því að taka þátt og ég held að kannski mannavalið hafi nú eitthvað dregið dám af því frekar en kannski hinn listræna þörf. Ef ég man rétt og svona, eftir því sem hefur fylgst með séð auglýsingar frá ykkur og annað því líkt, þá eru þið svona oft með hagyrðinga með í för og annar bassinn, þú ert nú með vísur alveg örugglega á takteinum og áttaði sjálfsagt í tugatali kórinn. Já, en það hafa nú mjög margir ort fleiri en ég og kannski fleiri en skildi. En þetta nú kannski af illri nauðsyn þessi vísnagerða því þetta verið notað
til fjáröflunar dálítið að hérna gera út á hagyrðinga og hagyrðingakvöld og önnur fjáröflun kórsins er hérna að selja síginn fisk, alveg úrvalsfisk, sjósíginn sem að Ólafsfirðingar verka en það virðist nú vera að taka enda sá möguleiki. Þannig að ef einhver langar í fisk þá eru síðustu forvöð að verða sér út það núna. Áttu vísu handa okkur? Já, ég á eitthvað að vísum. Þær eru nú ekki fallegar allar, sko. Mér dettur nú í hug hérna fyrst vísa, sko, ef menn halda stórafmæli þá nú gjarnan kórnum boðið, sko. Og núverandi formaður, Valgeir Anton Þórisson, hann varð hann ekki 70, eða varð hann 60 daginn. Já, 60. Já, það 2-3 ár síðan, sko. Þá færði kórinn honum gjöf og ég var fengið til að semja vísu og endanum varð hún svona: vasklegt þökkum vinar þel, vel því Siggu bryntu, það konan hans, lifðu sperrtur lengi og vel og lífsins nautnum syntu. Ég var hins vegar búinn að gera aðra vísu sem að stjórnin vildi ekki nota, en hann var gjaldkeri kórsins. Sú vísa var svona: þig mjög þörf að mæra nú í mörgum fögrum orðum, aura sjóðinn eflir þú eins og Júdas forðum. Og þú komst þessari vísu að sjá? Nei, ég kom henni ekki að, sko. Hún komin núna? Hún flutt núna í fyrsta skipti, sko. En svo dettur mér í hug, við höfum náttúrulega farið í mjög margar ánægjulegar ferðir, bæði til Vínarborgar og svo fóru þið nú til Danmerkur fyrir mína tíð. Og síðan förum við, Færeyja og til Grímseyjar. Það fast að fara þangað á 10 ára fresti og við fórum þangað í vor, en fyrir 10 árum þá var ég nú ekki byrjaður í kórnum, en ég var nú boðinn með sem hagyrðingur og notaði ferðina til að hérna sinna sjúklingum af því að ég læknir Grímseyinga. Og þá orti Árni Geir Hjörtur Jónsson frá Fremstafelli, hann orti þá: Péturs ævi glapajörn og gróði smár að fá hann, veiktust konur bæði og börn bara við að sjá hann. Þetta var í Grímsey? Já. Ólafur, svona aðeins að tónleikonum í Hofi, laugardaginn 5. þessa mánaðar. Þið flaggið öllu sem hægt Já, það má segja það. Þetta þannig að við buðum eldri kórfélögum sem hafa semst ekki verið að syngja með okkur núna alveg síðustu árin að taka þátt og það hluti af prógramminu, 6 lög sem að við syngjum sem sagt með þeim og þá þetta svona 50 manna kór. Þetta 15 þarna eldri kórfélagar sem að taka þátt. En kórinn þessi sem starfandi í dag rétt 35, 6-7 manns, þetta nú svona aðeins misjafnt hvað mun mæta. Og síðan erum við þarna með líka einsöngvara. Við ætluðum að fá hana Huldu Björk Garðarsdóttur, óperusöngkonu, til að syngja með okkur. Hún hefur nú ákveðið tengsl við kórinn þar sem að Garðar Karlsson faðir hennar var einn af stofnendum og mikil driffjöður við að koma kórnum á laggirnar á síðum tíma. En vegna veikinda þá gat hún ekki mætt og við vorum svo heppin að fá hana Kristjönu Arngrímsdóttur frá Tjörn. Þannig að hún kemur til með að syngja þarna bæði með kórnum og svo einsöng sér. Og svo þarna eldri einsöngvarar, Haraldur Hauksson læknir sem að söng einsöng með kórnum hér árum áður. Hann kemur til liðs við okkur núna og eins Snorri Snorrason sem að söng mikið einsöng. Hann kemur til liðs við okkur og þetta verður heilmikið og virðulegt prógram.
hjá Birgir Björnsson. Síðan erum við með hérna 6 eða 10 manna hljómsveit með okkur og það er hvorki meira minna en bestu tónlistarmenn bæjarins. Og þetta allt saman sem sagt í Hofum laugardaginn 5. Já. Klukkan 15 eða ekki? Hefst klukkan 15. Þakka ykkur En fyrir. hérna, nei, ekki strax. Ég ætla að koma hérna með lokavísu. Lokavísan. Ylur streymir oní klof, svo allir vilja meira. Það kætir fólk að koma í hof og kórnum ljá sitt eyra. Ná, og þá vitum við það. Þakka Og það ykkur. eru nokkri miðar óseldir. Nokkrir miðar óseldir. Já, en þá pláss aðeins hvetja fólk til þess að fara að kaupa miða. Þakka ykkur fyrir komuna og til hamingju með afmælið og við höldum hér áfram eftir smástund.